Já, við ætlum að halda áfram að ræða málana sem ofbeldi meðal barna, hnífamálið. Það mátti heyra saumnál detta á kynningu fyrir foreldra nýnema í MR í gærkvöld þegar rektor skólans lýsti því yfir á fundi í Ráðhúsinu gærkvöld. Lýsti því yfir á fundi að skólaballið, fyrsta skólaball vetrarins sem verður núna í þessari viku, þar verður öryggisgæsla með í rauninni meiri hætti en nokkru sinni hefur verið og við ætlum að fá rektor skólans til þess að ræða aðeins viðbragð skólans á þessum erfiðu tímum. Sólveig Guðrún Hannesdóttir, rektor Menntaskólans í Reykjavík, vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Þú heyriðir mig í inngangnum lýsa því að í gærkvöld þá stendur þú þarna á sviði fyrir framan foreldra nýnema MR og þú lýsir því að þeir ætlið að grípa til sérstakra varúðar ráðstafana gagnvart fyrsta skólaballi vetrarins sem á fimmtudaginn. Í hverju munu þær öryggis ráðstafanir felast? Já, ég vil nú byrja á því að segja að við erum alltaf með gæslaböllum og höfum verið með í mörg ár og eigum mjög gott samstarf við fyrirtæki sem sér þessa gæslu. Þar að auki eru félagsmál og forvarnafulltrúar okkar staddir á böllum og kennarar. Og þetta fyrirtæki það sér alla gæslu bæði við leit á nemendum þegar þau koma inn. Það hefur alltaf verið leit á nemendum, hvort þessu smygli áfengi eða einhverjum öðrum efnum einhverju sem á ekki heima á böllum og þau sjá líka gæslu inn á ballinu, bara ef einhverjum líður illa eða eitthvað slíkt og sömuleiðis eru þau með sjúkraherbergi og eru þar með sjúkraliða og hjúkrunarfræðinema, þetta mjög flott og vel utan haldið. En núna kom sú beiðni frá þessu fyrirtæki að fá að bæta við málmleitatækjum og svona í ljósi þessara þróunar sem hefur verið síðustu daga og okkur fannst þetta, við höfum kannski meira áhyggjur af þessu balli heldur en öðrum á árinu. Þetta stærsta ballið okkar og fyrsta á árinu og mjög skemmtilegt, bara hefur gengið óboðslega vel undanfarin ár og þetta svona, þarna erum við að bjóða nýnema velkomna inn í skólan en þetta stórt ball og það eru fleiri en bara okkar nemendur á þessu balli og við viljum gjarnan auðvitað bara gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja öryggi nemenda inn á ballinu. Og ég finnst þetta ekkert góð þróun að þurfa að bæta við eða auka í gæslu en ég vona að það skapi öryggistilfinningu en ekki hræðslutilfinningu. Það ekki ætlunin með þessu. Og ég vil líka ítreka að ég trúi því, ég það bjartsýn manneskja að lang flestir sem að sækja framhaldsskólaböll að koma þarna til að skemmta sér vel og fallega. Og þetta auðvitað bara gert sem varúðarráðstöfun. Við erum ekki að búast við því að finna neitt eða eitthvað slíkt frekar þannig að þetta hefur ekki verið vandamál hjá okkur hingað til þannig að við vonum að þetta hafi allavega svona líka þá fælingamátt ef menn finna sig knúna sem auðvitað enginn ætti að finna sig knúin að þurfa að bera á sér vopn. Og fylgdi það ekki sögunni líka að krakkarnir þau þurfa að fara á skónum? Jú, það líka bara leið til þess að smygla hlutum inn. Já. Það svona þekkt leið þannig að þið vilja gera það líka allavega svona ef nemendur í lokuðum skóm að skoða það hvort að þið séu að reyna smyglingurinn þannig. Þetta langt síðan að nú var ég í menntaskóla fyrir, ég held ég sé að vera 40 ára stúdent. Já. Og skólaböllin það maður náttúrulega yfirvöld þau keyptu ekki þjónustu hjá fyrirtækjum, hvað var það öryggi nemenda. Langt síðan skóli eins og MR fór að skipta við sérstök fyrirtæki. Hvaða fyrirtæki þetta sem? Þetta Go öryggi eða Go Security sem ég held að sjá gæslu á langflestum stórum skólaböllum bara á höfuðborgarsvæðinu allavega. Og búið að vera lengi? Búið að vera lengi. Ég man ekki hvenær það, ég búin að vera í MR, starfsmaður í MR kennari og svo núna rektor í 18 ára allavega og ég man það hefur alltaf verið eitthvað gæsla ég veit það ekkert endilega alltaf þetta fyrirtæki en alltaf góð gæsla og ég held einmitt það sem skiptir máli líka og bara þó að ég ætla ekki að gera lítið úr þessu vandamáli með vopnaburðin að bara við erum að halda utan okkar ungmenni að þegar við vorum ég og þú í framhaldsskóla þá var kannski ekki mikið gert ef að nemendur eru ölvaðir þá voru þeim bara hent út kannski að ballinu en nú svolítið reynt að taka utan þessa nemendur og það hringt í foreldra eða einhverja þegar beðum að koma að sækja og svolítið þannig að það meiri þjónusta við nemendur og ég vona að sé haldi betur utan nemendur í dag heldur en var þá.
Já, en á móti kemur að það svolítið einkennileg tilfinning að heyra því segja að við séum að bjóða nemendur okkar velkomna á sama tíma og þið eruð með meiri öryggisgæslu heldur en nokkuð sinni. Að þetta hljómar að einhverju leyti sem þversögn ekki satt. Jú, ég ætla kannski ítreka að öll þessi vika þá erum við að bjóða okkar nýnema velkomin í skólan. Já. Og tolleringar fara fram á 50 sem gerist út á túninu bara fyrir utan skólan. Já, gaman. Og svo á 50-dagskvöld þá fara þau að skemmta sér saman hérna á balli og jú, við lítum á þetta sem auðvitað bara það allir að koma til að skemmta sér. Já. Þannig að við bjóðum auðvitað nemendur alla þá sem eru að koma á balli með miða, bjóðum velkomin á ballið. Já. Og viljum auðvitað bara reyna að þau upplifi sig örugg með því að hafa þessa sýnilegu gæslu. Já, en allt samfélagið einhvern veginn í skugga þessa máls. Auðvitað. Það ekki bara staðið? Jú, að sjálfsögðu. Og ekki skóla yfirvöld framhaldsskóla í rauninni bara á fullu að funda og hugsa hvað getum við gert? Jú, mér finnst bara, við höfum fundum í gær með skólameistarar með ráðuneytinu og jú, auðvitað og þetta samfélagsvandamáli auðvitað bara að hugsa okkar, ungmennin okkar. Já. Og ég segi aftur bara, ég svo bara kannski bjartsýn manneskja að ég vil halda að þetta sé svona ömurlegir atburðir að þeir geti leitt af sér eitthvað sem er betra. Já, við verðum að trúa því. Já, og bara það að eiga samtal við börnin okkar, það fyrsta skrefið, fylgjast með börnunum okkar, reyna að grípa þessi börn. Ég hef pínu ágjörð því að þetta sé kannski þessi fámennur hópur sem við þurfum að ágjöra en að þessi hópur sé kannski einmitt sá hópur sem er ekki að fá þá þjónustu sem að þeim stendur til boða. Já, þessi fundur sem þú nefnir að hafa átt sér stað á milli ykkar skólameistarana og ráðherra, kom eitthvað út úr honum? Já, það var þessi aðgerðar hópur sem var í fréttum núna áðan að ríkisstjórnin að setja saman. Sú vinna var kynnt, Eygló Harðardóttir kom og talaði við okkur um svona aukið samstarf við lögregluna og það allt saman lofa góðu, Já. Þannig að mér langar aðeins að ræða við þig líðan þessa hóps sem ræðir, börn á framhaldsskólaaldri. Já. Við höfum haft áhyggjur af þeim í nokkuð tíma. Við byrjuðum að hafa áhyggjur af þeim þegar við styttum tíma til stúdentsprófs og sjálfur ég í hópi þeirra sem að gagnrýna það harðlega hvernig við stóðum að því. Já. Og ég held að það megi færa rök fyrir því að skemmtilegu tími, uppbyggjandi tími sem einmitt gekk mjög mikið út af því félagslega og mikið rými fyrir félagslegan þroska og samfélagslegan þroska og honum hafa verið fórnað. Síðan kemur COVID, mjög erfiður tími líka og nú erum við stödd í þessari bylgju. Hvernig erum við í stakk búin sem samfélag til þess að bara geta vænst þess að þessi blessuðu börn okkar, björt framtíð sem ætti að vera, hvernig erum við í stakk búin til þess að geta vænst þess að við eigum blómstrandi og bjarta framtíð í mannauði barnan okkar? Ég náttúrulega trúi því klárlega að við eigum bara óbærslega bjarta og blómstrandi framtíð í þeim börnum sem ég hef kynst allavega og mér finnst bara nemendurnir okkar, ég sé alltaf einhvern veginn, þau komur alltaf á óvart með því hvað þau eru úrræðagóð og skemmtileg í samvinnu við sérstaklega samband við félagslífi. En ég er sammála í því að þau eru bara hjá okkur í 3 ár en ekki 4. Og við finnum það alveg að það tekur þá svolítið einmitt að koma inn í félagslífið og það er alveg gerður einmitt núna á þessum dögum verið að reyna að hvetja nýnema til að taka þátt í félagslífi, skipulögu félagslífi í skólanum og einmitt skólaböll eru hluti af skipulögu félagslífi og mér finnst þetta svo mikilvægur þáttur í framhaldsskólagöngu barna að taka þátt í félagslífinu mitt, fá þennan félagslega þroska og bara skapa þessi vináttubönd sem ég gerir ráð fyrir að þú eins og ég, við eigum bara ennþá vináttubönd frá framhaldsskóla, ég vona að flestir eigi það sem að hafa upplifað þessa tíma svo leiðis. En félagsögur og tengslanett. Akkurat, COVID-tími var bara hörmulegur út af fyrir sig því að þá auðvitað, allavega í okkar skóla voru stór hluti tímans bara var heima við og við vorum í fjarkennslu og svona þannig að þá auðvitað tapaðist þessi og það tapaðist heillengs svona, hvað ég var að segja, svona félagsminni, við hefum svolítið þurft að byggja það upp aftur og mér finnst gaman að segja frá því að þetta 3. árið mitt núna sem rektor, þessi síðustu 2 ár, þá hefur félagslífi bara aukist og við minnst að hafa bara blómstrað aftur svolítið eftir COVID og það samt aðeins öðruvísi heldur en það var þegar það voru
þetta var 4 ára skóli, sko. Lýstu því aðeins fyrir okkur hvernig það breytist? Sko, kannski það helst þetta að nemendurnir segja sko bara, við verðum til að vera ári lengur í skólanum því það bara svo gaman að taka þátt í þessu öllu, þú veist, þau eru kannski rétt nýkomin inn í það að vera í leiklistar, í herranótt sem leiklistarfélag okkar eða í frúardegi eða einhverju svona félögum og bara á síðasta ári og við myndum gjarnan vilja hafa 1 ári viðbót sem að náttúrulega býðst ekki hjá okkur, við erum auðvitað bara þannig skóli að okkar nám, þetta eru 3 ár, þetta eru svona heilsársáfangar, við getum í rauninni ekki boðið upp á það að vera hálfu ári lengur eða eitthvað eins og væri hægt í áfangaskóla, þannig að þeim finnst þetta, ég heyri það alveg margir væru til í að eiga ári viðbót í skólanum. En svo líka bara þau náttúrulega útskrifast bara ári yngri og það eru auðvitað ákveðin þroski líka bara það að eldast heilt ár og ég held að stundum séu þau kannski bara minna undir það búin jafnvel að fara út í háskólanám og taki sér frekar frí frá námi á milli, og sem kannski ekki slæmt. Nei. En með því ekki komið á móts við helstu rökin á bakvið styttinguna sem voru í rauninni að margt bendi til þess að stjórnvöld hafi verið útsendar atvinnulífsins fyrst og fremst á þeim tíma og verið að hugsa haga atvinnulífsins og ef mannhauðurinn skilar sér ekki fyrr inn í fyrirtækin þá var nú til lítils unnið. Einmitt. Það virðist líta þannig út að þau séu ekkert að koma neitt fyrir út úr háskólanámi eftir styttingu, sko, nei. Finnst þér komið til greina að vinda ofan þessu kerfi eins og það hefur verið rætt? Ég veit ekki hvort að það sé hægt, sko. Ég sé það ekki fyrir mér allavega ekki að lengja framhaldsskólanum ár aftur, sko, en hvort það sé hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi, útfæra þetta öðruvísi, kannski hleypa nemendum fyrr upp í framhaldsskóla sem eru tilbúnir í það. Ég veit það ekki, sko. Það fyndist mér frekar verið eitthvað sem vert að skoða. En sko ég veit að ég kannski komin aðeins út fyrir efnið hér en maður veit ekki hvað hluti þessara sögu sem við erum að segja þessa dagana og hvað tengt henni og hvað ótengt henni. Sumir myndu segja að við værum hér handhafar ákveðinna forréttinda. Þú sért rektor elítuskóla sem að hafi svona lengst af geta valið sér góða nemendur og þess að sennilega margt pínulítið ólík stemning í Breiðholtinu eða upptökusvæði þeirra heimila sem að flestir nemendur í MR eru. Ég ætla svo sem ekkert út í stétta umræðu við þig hér, en sko upplifirðu að það hafi svona aukist rofið, fjarlægðin manna á millum og þar á meðal unga fólksins sem mögulega getur leitt til þess að reiðin og skömmin verður svo mikil að það brýst út ofbeldi og þá breytist samfélagið okkar þannig að við lítum þannig á sem við þurfum að stórherða öryggiskröfur okkar eins og þið eruð að gera fyrir ballið á 50-daginn. Ég upplifi það ekki þannig. Ég upplifi frekar, og þetta bara mitt mat, ég á börn á ýmsum aldri og börn sem hafa klárað framhaldsskóla, líka börn sem eru í grunnskóla. Ég upplifi frekar kannski að samfélagsmiðlar gerur okkur kleift að hafa samskipti bara miklu frekar við víðari hóp, eða stærri hóp, sko, og frá fleiri stöðum, sko. Ég held að mörguleyti hefur við verið einangraðir í okkar bekkjum í framhaldsskólum í gamla daga þegar það voru engir samfélagsmiðlar og maður þurfti að fletta upp símanúmeri fólks í símaskrá. Ég ætla hins vegar ekkert svo sem að segja einhverja stéttaskiptingu innan skóla og mér finnst þessi svona að kalla einhverja skóla elítuskóla finnst mér pínulítið vera á neikvæðum nótum og mér finnst það svolítið gera lítið úr krökkunum sem eru í skólanum af því að þau hafa vissulega unnið bara til þess að komast inn í þessa framhaldsskóla sem þau eru að sækjast eftir að vera í, hvort sem það heitir MR eða Vestló eða MH eða hvað það og bara allir skólar hafa sína styrkleika og kosti. Og mér finnst einhvern veginn eins og það sé svolítið verið að gera lítið úr þessum krökkum. Ég vil alls ekki gera það. Þetta eru bara hörkuduglegir nemendur í skólunum bara, og ég held bara almennt séu framhaldsskólanemar að reyna að gera sitt besta, sko. Þannig að já, og jú, vissulega kannski erum við með fleiri nemendur úr ákveðnum svæðum höfuðborgarsvæðisins en við erum líka með nemendur úr Breiðholtinu eða hvaðan sem skilur það. Mér finnst þetta svona einhvern veginn ekki, mér finnst það svolítið svarthvít mynd, sko. Þannig ég er ekki á því endilega að staðan í dag sé einhvern veginn þannig að það sé meira rof. Ég get allavega ekki skynjað það, sko. En það er bara mitt mat. Ég veit svo sem ekki, ég hef ekki gert rannsóknir á þessu. Eini.
Hvernig ertu búin að kynna þessa ákvörðun fyrir nemendum með auknu öryggisráðstafanir? Ég mun senda póst á nemendur í fyrramálið það bara, ég almennt sendi póst fyrir þetta ball yfirleitt á haustinn, þar sem ég minni á bara að eins og stóð á miðanum í gamla daga, ölvun ógildi miðan, bara þú veist hverju eru viðurlög við til dæmis ölvun og böllum og annað, sem eitthvað sem mér finnst að við kannski þurfum bara meira að hafa ágjör af líka við, sko, þú veist, heldur en þannig allavega. Nei, en þá mun ég senda póst og þar mun ég fara aðeins í gegnum þetta, það er aðeins aukin gæsla. Ég vona að þau finni ekkert svo mikið fyrir þessu í raun og veru þegar þau eru að labba inn á böllin, sko. Þetta verði ekkert mikið öðruvísi upplifun heldur en hefur verið. Og þess vegna biðlaði ég mitt líka til foreldra í gæri mitt að standa vaktina fyrir utan ballið, því að það er mjög mikilvægt líka. En ef að krakkar eru að bíða eftir að koma inn á framhaldsskólabarn, þá hafa foreldrar verið þar fyrir utan og það veitir þeim öryggi. Svo voru þarna fulltrúar í stjórn foreldrafélagsins sem sögðu við foreldrana það er cool að þið séu fyrir utan. Já. Það er ekki hallærislegt. Nei, og ég get sagt þetta líka að það er alveg, sko, þegar ballinn er lokið þá eru biðröð á bílum að sko foreldrar að sækja börnin sín. Það finnst mér líka bara mjög flott. Já. Og ég er svolítið hissa því rauninni hvað það er algengt. Já, svo biðröð verður sennilega lengri núna en ásinni því að við höfum alltaf aðeins meira áhyggjur heldur. Já, ég vona það. Það er bara mjög gott að nemendur upplifi það. Foreldrar þeirra eru að hugsa þau, eru að áhyggjur af þeim. Og en samt sko við megum ekki alveg hræðslu. Við viljum reyna að auka bara öryggistilfinninguna. Já, það eru einmitt upp í kenninga núna að við höfum ekki sýnt þeim ást okkar sem skildi og þess vegna sé alltaf fara úr böndunum. En skiljið þið rétt að þetta eina ball er svo stórt að það er gripið til þessara miklu öryggisráðstafana núna, en það er ekki endilega forspá það að það síðar í vetur verði sama fyrirkomulega á öðrum böllum. Já, ég held við metum það bara þegar það kemur, sko. Þá erum við kannski með böll sem eru mun fámennari og ég held við sjáum bara til með það, en við munum samt áfram vera með virka gæslu. Já. Og það er alveg... Eru þið einhverju samstarfi við aðra skóla þegar þið takið þessa ákvörðun núna? Með málmleitartækin? Ég veit að þetta hefur verið á böllum í öðrum skólum, já, í síðustu viku. Þá hafa þessi málmleitartæki verið notuð. Já, það er nefnilega það. Já. Þannig að það er ekkert ólíklegt að sem sagt, þetta verði einhvers konar lína núna á svona stærstu böllum. Ég hugsa það. Þetta eru þetta bara, eins og ég segi, þetta er þjónusta ákveðins fyrirtæki sem við kaupum og þeir mæla með þessu og ég treysti þeim sem sérfræðingum í sínu fagi að þetta sé skynsamlega ákvörðun og ég held að það, ég fel þeim það alveg. Já. Og þá er það bara spurningin, sko, hvernig eigum við foreldrar að ræða við börnin okkar þessa stöðu, eins og ég segi, það er örlítil þversögn í því að við segjum, þetta er allt í lagi, þetta er alveg örugg og það hefur orðið mjög slæmt slys frávik sem við ætlum ekki að láta breyta lífi okkar að miklu marki en á sama tíma þá blasir við breyttur veruleiki saman þetta. Já, algjörlega. Já, ég held að við þurfum bara að reyna að hughreysta börnin okkar og einmitt, þú veist, ef við viljum hvetja þau til þess að taka þátt í einhverri starfsemi, að taka þátt í félagsstarfi sem er skipulagt af skólanum til dæmis eða öðrum svona íþróttatómstundar að einhverju slíku. Já. Þú veist, þar er þá allavega gæsla og það er öryggi, þú veist, það er reynt að tryggja öryggi allra. Ég meina, ég set spurningamerki og nú er þetta bara mín persónulega skoðun við stóra mannsöfnuði svona niður í miðbæ, það sem er verið að bjóða ungmennum niður í bæ í dagskrá sem borgin stendur fyrir, en gæslan er ekki meira en hún er. Væri ekki bara hægt að klára svoleiðis samkomur bara klukkan 8? Einmitt. Þú veist, það er allavega eitthvað sem mér finnst líka alveg vert að skoða. Við erum svolítið kannski... Ættu þá eitthvað að ræða þjóðhátíð í Eyjum? Já, gæslan þarf að greinilega til fyrirmyndar. En þetta er samt sko margt sem minnir á þessa gömlu ósiði sem að voru landlægir í okkar samfélagi. En þar til dæmis hafa þeir virkilega tekið sig á í varðandi gæslumál. Já. En ég fór allavega niður í miðbæ á menningarnótt, það var nú ekkert kannski sýnileg gæsla, sko. Nei. Ég hvort að þú upplifir það, en... Ég fór ekki. Nei. Ég einhvern veginn mig langaði ekki. Nei. Það var eitthvað sem að, ég var meira yfir daginn. Já. Og þá kannski hefur hátíðina borið að einhverju leyti að leið, þegar maður langar ekki til þess að vera kvöldið. Þannig að mjög áhugavert þetta sem þú segir. Já, þú veist, eins og þetta er bara algjörlega mitt álit og kannski óvinsælt álit, en mér finnst svona að við þurfum aðeins en þú varst að spyrja hvað við getum gert sem foreldrar, eða ef ég skildi þig rétt, og sem foreldri náttúrulega bara þá er það að vera bara
eiga, ef þú getur trúna barnsins þíns og bara fá að ræða við barnið það hvernig líður því og hvað að gerast og hvað vinir þínir að gera, með hverju mertu, hvað hýta vinir þínir, það finnst þetta allt skipta máli. Þó að börnin séu orðin 15, 16, 17 ára, veist, þá og jafnvel þó þú séu orðin 18 ára ekki lengur börn. Ég held að ef þetta er gert á svona vinsamlega máta, þá held ég að börnunum líði betur líka, sko. Já, en mér langar að enda þetta á björtum nótum, jákvæðum. Það var virkilega gaman að heyra af því að foreldrar geta lagt fram einhvern pening í pott og svo eru þau að láta krakkana blása í áfengismæla og þeir krakkar sem ekki mælast með neitt áfengi þeir geta í rauninni unnið svona lottóvinning. Algjörlega. Sem að samastendur að þessu foreldrar. Já, þetta er bara svona edrupottur. Þetta er svo sem eitthvað sem hefur alveg þekkst víðar, sko. Og hefur þetta verið lengi við líði? Við höfum gert þetta í nokkur ár, já. Þetta er sko, og þetta þú fær kannski 10.000 krónur inneign í kringluna eða gjafabréf eða eitthvað slíkt og ég meina, og það er bara, já. Þannig að þarna er hvati. Já, þetta er efnalegur hvati til þess að lifa sem bestun lífstíl. Já. Og halda sig frá áhættu sömum lífstíl. Já, einmitt. Við vonum bara allt gangi vel á 50-daginn. Við vonum það. Sólveig Guðrún Hannesdóttir, rektor Menntaskólans í Reykjavík. Þakka þér kærlega fyrir að koma hér að Rauðaborðinu til okkar og fræða okkur menntamál Menntaskólans í Reykjavík og forvarnar og öryggismál. Takk fyrir. Og Gunnar Smári sennilega tilbúinn þá með allt annan rétt. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.